Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum farin í ferð sem við veitum ekki kannski alveg hvert er, en við erum róleg. Við þekkjum hann sem að fer fyrir og leiðir, stýrir og stjórnar og veitum að þessi maður er tengdur honum og við þekkjum líka nafnið á leiðtoga hans, það er Jesús, og efustum ekkert það og höfum reyndar aldrei gert. Þetta er gjöfin til taks og staðar sem heitir gjöf heilags anda og Drottinn staðfestir hana í þessu manni og hann vill líka staðfesta hana í þér og hefur líklega gert það í þínu tilviki á þess að ég neitt veit það og trúi því bara svo sé. Við nefnilega erum fólk sannleikans. Hvernig hljómar það í þínum eyrum orðið sannleikur? Pílatus hefur ábyggilega hort á Krist stórum augum þegar hann sagðist segja honum sannleikan og hann gekk burt með þau orð og vörum. Hvað er sannleikur? Hann hefur sjálfsagt verið með þann stílinn á að segja það sem hentaði að hans dómi hverju sinni. Pílatus var stjórnmálamaður og kannski er það stíll stjórnmálamanna að taka sér allavega annað veifið orð í munn sem stjórnmálin telja að hendi. Þannig við sjáum að þau ekki alltaf merkt sannleikanum og ekki þú heldur, myndu það. Þannig við dæmum ekki stjórnmálamanni. En Drottinn sjálfur, skaparinn sjálfur, horfðist í augu við þetta gegnum Pílatus nokkurn sem spurði hann beint út, hvað er sannleikur? Og þessi spurning hefur ekki alltaf verið ofarlega höfð í hugum hvorki okkar né neinn annara, vegna þess að við höfum oft talað það sem við teljum henta. Við höfum farið í kringum sannleikan eins og kötturinn fer í kringum heitan graut. Og hvað er hann að gera? Hann er að bíða eftir því að grauturinn kólni svo hann geti etið hann. Er það ekki líka stundum þannig að við mitt í hita leiks teljum að nú sé rétt að segja bara eitthvað annað en tæran hreinan sannleika? Við erum eins og kötturinn þá sem fer í kringum heitan graut að bíða eftir því að kringumstæðurnar svolítið kólni og þá ætlum við að segja sannleikan. Hvort við gerum það er síðan allt annað mál. Þess vegna er best, hvort sem mann heitir Konráð Rúnar Friðfinsson eða nefndu þitt nafn, að við segjum bara eins og hlutirnir eru á staðnum. Og þá vorum við ekki eins og Pílatus sem heyrði margt og þú hefur líka heyrt margt og þú spyrð hvað er sannleikur? Sjálfur lenti ég í þessu og ég svona læriði nú helling af því. Ég hef alltaf haft gaman að ég lesa bækur sem voru svona ferðafrásögur og annað og ég gerði það svona til að fræðast og læra af líka svona lífinu og hvernig líf var hér og þar því að menn sem ferðast mikið þeir ætti nú að hafa kynnst því. En eftir því sem bækurnar urðu fleiri, urðu efasemdirnar stöðugt meiri. Ég rakst á það og það gerist þegar maður fyrir að lesa og kynna sér mál
að staðhæfingar hjá þessum höfundi voru að rekast á við staðhæfingar annars höfundar. Og svo á einu stað fór maður að spyrja sig býttu við, en hvað af þessu sannleikurinn? Ég var ekki með það á hreinu. Ég var ekki að fá sannleikan að mín áliti út úr þessum lestri. Og það erfitt að staðhæfa eitthvað þegar maður þekkir þetta ekki sjálfur. Þegar einn segir þetta og annar segir eitthvað annað. Það er ekki rétt hjá mér. Allir þetta kraðak liggi ekki til grundvallar spurningu þessa manns sem gekk í burt frá Jesús og með þessa spurningu vörum, hvað sannleikur? Pílatus, já. Hún sé ekki oftar en við höldum til grundvallar okkar efasemdum og spurningum. En við þurfum að skoða þetta allt. Með öðrum orðum, við þurfum að skoða hvar við stöndum. Ég hér, ég að flytja orð Guðs, ég að tala sannleikan, en benda á að undir ýmsum kringumstæðum gæti verið erfitt að segja sannleikan. En það til ráðið því, komur honum ekki að, hvað gerur þá? Bara setur plástur fyrir munnina. Og svo þegar hiti róast, hiti lægist og minnkar, þá var aldrei að vita nema opnist leið fyrir sannleikan. Og þá þarf þú ekkert að vera að draga neitt tilbaka vegna þess að þú skelltir plástri fyrir munnin til þess að forða honum frá að segja einhvað sem var ekki rétt, einhvað sem þú taldir í andartakinu að væri betra heldur en að skella fram sannleikanum inn í þessu andrúmi sem þá var. Ég hygg að Pílatus hafi oft verið undir þessum álagi að skera úr hvað væri sannleikur. Hann heyrði margt og margar ákærurnar líklega, hann væri á þeim stað. Og þessi sagði þetta, hinn sagði annað og svo átti hann að skera úr í málinu með sínu mannlega hætti og hvað af þessu var rétt. Það ekki allir alltaf að segja sannleika. Það eitt af því sem að Kristur vill að við gerum, hygglust segjum sannleika. Maður sannleikans, ég held og trúi því að hann standi alltaf eftir keikur. Ég hef stundum nefnt það að þegar maður var að fara til þessara blessuðu bankastjóra, þetta voru ákveðnir menn með völd, ég held að sé ekki til svo maður sem ekki kveði í að hitta þessa flottu menn. Og maður var á þeim tíma þá, nú hættur í dag, maður þurfti stundu lán, þurfti inn að gæsalappa, þurfti ekkert lán, maður langaði bara til í að gera eitthvað og peningurinn ekki til og veskið tómt og allt það, og maður fór í bankastjóra. Og ég var eins og þú líklega, ég var búinn að spinna upp sögu og ætlaði að fara að kaupa húsgagn, ég ætlaði að fara að kaupa bíl og nefndi húsgagn, nefndi dívan eða eitthvað. En svo endaði nú alltaf með því, ég sagði að ég ætla að kaupa bíl. Endaði alltaf með því að ég bara var ekkert að standa í þessu, ég bara sagði eins og málið var lág. Og það hefur alltaf verið minn stíll svolítið. Og ekki til góðst alltaf, ég fekk nú yfirleitt alltaf lán. Maður var svo sem ekki daglugu gestur þarna hjá þeim en kom fyrir að maður færi og maður fekk nú yfirleitt lán en var auðvitað synjað en sennilega miklu sjaldnar. Það allt saman fór í vanskil og vitleysu og allt saman það og það var alveg bara mín sök. Ég var bara eins og þú líklega þegar þú varst á skuldatíðinni þinni að þú fórst að gera eitthvað annað við peningin heldur en að greiða upp skuldi. Það aftur á móti hef ég lært og þær hafa í raun allan forgang í dag
Og þetta er það sem ég hvet þig til. Ég sá ekki að ég gæti þetta, en núna veit ég að ég geta. Það er breyting. Og þess vegna get ég talað eins og ég tala. Ég er ekki einhver gorgeirs umræða að ræða. Þetta er veruleiki sem þessi maður hefur lifað við í bráðum 20 ár, eða 15 ár. Já, örugglega 15 ár. Kannski, neða, nú kannilega ekki 20 en 15 ár alveg hygglust. Þannig að þetta er allt hægt. Og ég segi ekki í dag, hvað er sannleikur? Ég segi, ég ætla að segja sannleikan. Frekar skal ég setja þetta fyrir munnin, en að segja ekki sannleikan. Og þetta vil ég hveta þig sömuleiðis til að gera. Þú eins og ég heyrir margt, sérð ennþá meira, eða jafn margt, og þarft svo að vinna úr þessu öllu, og líklega hefur þú, alveg eins og sennilega allir aðri, staðið einhver staðar á þeim stað að þú segir, býtu, hvað af þessu er sannleikur? Hverju á ég að trúa? Akkur skildi ég trúa þessu frekar en þessu? Guð er sannleikur sifið. Akkur ætti ég að trúa honum? Guð fyrir mér er veruleiki, lifandi veruleiki, og Guð fyrir mér talar. Já, við þennan mann, sem þú kannski snýr bakinu í ef hann kemur. En Guð elskar að tala við. Þannig er það. Og ég þekki Guð af því ég þekki sannleika hans. Þannig er þetta nú vaxið. Og það hvarflar því ekki að mér annað en að segja sannleika. Er hann erfiður sannleikurinn? Ekki fyrir mér hefur aldrei fundist hann erfiður. Og ykkur að segja, kæru vinir, þá hef ég alltaf komist lengst á honum. Ég var aldrei að feika neitt. Þó maður ætlaði að feika eitthvað, þá varð aldrei af því. Og ef ég feikaði eitthvað, þá leiðrétti ég það. Og hér er ég, keikur að venju, með allt mitt á þurru og hreinu, hef eins og þú líklega þurft að taka erfiðar ákvarðanir og ég bendi þér á, ég mun gera það áfram ef ég þarf, en ég mun vera í sannleikanum samt, því lofa ég að því að Drottinn er sannleikurinn. Hann ræður heilt og hann forðar frá vanheilu einhverju. Hann er allt í öllu, hann er sannleikurinn, hann ræður heilt og ég hef heila bók til þess að læra hvað hann vill að ég geri. Og að því að ég stíg út á það sem hann býður, þá veit ég að þetta er sannleikur sem ég er að segja, og að þegar maður stígur út á, maður þarf að stíga út á, þá líka vex maður ásmegin þeim megin og tekur óhikaðara skrefin hversu fáránleg sem manni kann að finnast þau. Þá stígum maður þau samt að því að ég, segðu þetta með mér, ég tilheyri sannleikanum. Þú þarft ekki að vera með eitthvað málskrúð því að sem þú telur að hendi betur. En stundum er gott að þegja, það er rétt. En að þegja er betra heldur en að segja einhvað sem er ekki rétt. Hendi ykkur út til þess að lægja öldur sem þú veist ekkert hvort lægist af eða bálið verði meira. Stundum er betra að þegja. Og það er eitt af því sem við lærum. Við lærum og vitum að tími er fyrir allt. Ætli Drottinn þér að vera með eitthvað mál sem þú þarft að flytja, þá mun hann sjá til þess að tími fyrir það gefst
en það sem kemur verður af sannleika sagt, engu öðru. Þetta er það sem að kristin dómurinn, kristin fræði vilja að við tilengum okkur. Þetta er það sem að þau segja og vilja að ég sem trúð manneskja tali við aðra. En að þetta Drottinn er allt í öllu, fyrir einstaklingin mig, þú bendir líka á sjálfum þér, ég vona að þú geti gert það með réttu, fyrir einstaklingin minn og segir það með mér, og hann sér að það sem gerist sé rétt gert, og stundu getur verið rétt gert að setja plástur fyrir munnin. Það er ekki rétt. Þetta er svona hyggindi sem við lærum, veistu, af hverju? Trúar göngunni og reynslunni af því að umgangast fólk, og hver hefur ekki reynsla því. Þess vegna þurfum við að vera undir blessun Drottins. Hún er merkileg, blessun Drottins. Hún er mjög merkileg. En hún er ekkert endilega einhver bleikt ský sem hún flýgur á. Hún getur alveg verið það. En þú ert blessuð manneskja. Af því þú ert þjónn lifandi Guðs. Og meira, þú ert vinur lifandi Guðs. Þú ert blessuð manneskja. Það er svo mikilvægt, og það veit ég að þú veist, hvort sem þú skilur að það rétt eða ekki. Það er að þekkja haus og spor og vita hvað snýr aftur og fram á orði Guðs. Þá segir þú, ég blessuðust allra manneskja. Og veist hvað þú ert að tala því að þú segir það, ég tilheyri Jesú. Og hvað segir það meira? Það segir alveg eitt pottþétt, ég er á leiðinni til hans, í ríki hans á himnum. Og hvað er Kristur? Orðið segir hann, sitja við hægri hönd Guðs föðurs almáttugs. Við veitum alveg hvað Guð faðir er, hann er í himnaríki sjálfu. Og þangað erum við öll á leiðinni. Og við sem við eldumst náttúrulega öll, og við erum á misjöfnum aldri, og fyrir okkur sem erum orðnir svona roskið fólk, sjáum við líka að það fara að styttast í þetta, en sá sem er tvítugur á talsverða göngu eftir. Ef Guð vill að hann skili öllum sínum ævidögum sem ég trúi að hann vilji. En hann ræður þessu öllum. Og að því að við erum heil í okkar trú og veljum að vera í sannleikanum, takk þetta því, þú velur það. Og þá líka lærum við svo ótal margt, og eitt, við setjum plástur fyrir munnin þegar við sjáum að það eru erfiða kringumstæður uppi. Við ætlum frekar að segja sannleikan heldur hann að sletta ykkur fram sem við teljum og metum á staðnum að væri heppilegra. Við bara þegjum. Og ef Drottinn vill, þá líka gefur hann inn í það tíma. Hann gefur tíma og segir sjálfur að tími sé fyrir allt, og þetta er rétt og satt, þetta er kennslan, þetta er það sem er, og hver veit ekki þetta. En öll munum við fá til okkar óteljandi umsagnir og orð, og við munum öll einhvers staðar, kannski of oft, þurfa að vingsa úr, og við þurfum jafnvel að spyrja okkur hvað af þessu er sannleikur. Ég var að tala áðan að ég hefði verið svona bókahestur, og ég var það í raun og veru, en er það ekki lengur. Og ég var að segja ykkur hvað ég væri að lesa. Ég hefði mest gaman að ég að lesa svona ferðasögur og svona frá mönnum, og eftir því sem að ferðasögurnir eru fleiri, þá sá maður að þetta var alltaf að rekast hvort og annað, og ég sá þetta er raun ótæk leið ef maður ætlar að vinna eitthvað úr þessu.
og þannig að ég eiginlega bara lagði þetta til hliðar og fór að nota aðrar aðferðir við að komast að því hvað veri rétt og hvað veri satt, og svo fyrir utan það að þá getur þú líka fundið út höfunda sem eru bara að tala hlutina eins og þeir eru. Þeir hafa kannski ekki 100% rétt fyrir sér í öllu, en í flestu hafa þeir það. Vegna þess að þeir sjálfur eru vandvirkir og vandir að sínu virðingu, og þeir hugsa eigin heiður, og heiðurinn felst í því að ég og þú og við vitum að þessi einstaklingur, að þú getur treyst í sem hann segir. Hann er ekki bullari, hann getur verið ágætis penni, en sumir pennar eru leið bara bullar, og við viljum ekkert með það hafa. Svo náttúrulega fyrir utan legarana við ítum þeim auðvitað til hliðar, og þeir komast hvergi að. Þeir geta verið uppi með einhvern tíma, en svo verður þeim öllum ítt til hliðar. Vegna þess að þú, ef þú ert vel að því, þú sérð, þessi maður er bara að ljúga, eða hann er bara að bulla, ég get ekki hlusta á hann, ég get ekki nota hann, eða upplýsingar frá honum eitt eða neitt sem ég ætla að fara að gera. Þannig að maður bara segja, ok, þú verður bara ekkert meðvæni minn. Af því að maður vill vera vandur að sinni virðingu. Maður vill setja þetta fram eins og rétt maður kann og getur. Og það eru auðvitað til fullt af þeim höfundum, og þetta eru höfundar í dag sem að ég sækist eftir að kynna mér og gramsa í og skoða heimildir frá ef út í það er farið. Ekki hinnum. Þetta er einhvern veginn lærist. En ég vil að þú sért þessi manneskja sem ert bara í sannleikanum. Ef að ég get verið í sannleikanum, þá getur þú það líka. Ég valdi að vera þar. Hef alltaf verið þar. Eins og ég var að segja, þá hef ég aldrei verið að feika neitt til hjá mér. Ég hef alltaf komið fram bara eins og ég er. Það er kostur fyrir einstaklingin. Það er engin spurningu það. En hvað er kostur í annara augum, það er eitt af því sem lærist. Það hættir að hafa einhverja vikt. Vertu bara vissum að þú sért að gera rétt. Þá ert þú á grænni grein. Þannig við sjáum að við getum alveg búið okkur til líf sem er gott líf. Heilagur andi, trúin og allt það. Hún býr til þetta góða líf. Og þú leggur stund á þetta. Þú ert ekkert að blása þig eitthvað út af þinni trú. Þú lifir hana. Sem sagt, þú lifir í sannleikanum. Þú verður að athuga það að það er ekki allir sem vita hvað þú ert að gera. Þú ert kannski eins og ég er frekar lítið á ferðinni. Ég raun og veru veit enginn hvað ég er að gera. Ég átta mig alveg á því. En svo er mér kannski trúa því sem ég segi. Og vita því að ég var að gera þetta af því ég sagði það. Hvernig er með þig? Er fólk alveg öruggt á að þú sért að gera það af því að þú sagðir það? Ég veit það ekki. En ég bið það þín vegna, að þetta sé með þeim hætti. Við getum alveg verið þar. Og þá ert þú ekki að fá upplýsingar og þú á endanum spyrir sjálfan þig að því þú ert rétt hugsandi manneskja og þú ert með þig sjálfan á þeim stað að þú ert ekki að taka við öllu. Þú kannski tekur við öllu, en þú ert ekki endilega samt að nota allt sem þú ert að fá. Af því að þú ert vandur að virðingu þinni, það er eitt af því sem trúin er að kenna okkur. Að þá verðum við að skoða alla hluti til þess að birta þá, af því að þú ert með þitt nafn undir því, þó að upplýsingarnar séu hingað og þangað. Þannig að þú þarft að vita sjálfur og sjálf hvað af þessu var nú rétt. Og þú getur það. Alveg eins og ég. Og hver er þar helsti og sá áræðanlegasti? Auðvitað heilagur andi.
Hann er lifandi veruleiki, hvort sem er fyrir mig eða þig. Hann er það sem að þetta á alltaf snúast og snýst hjá þeim sem að þekkja og vita hver hann er. Og það hefur þú líklega séð jafn oft og ég. Það er þessi óskaplega gremja sem að getur fyllt hjarta kristins manns. Þessi svakalega gremja, og ég raun og veru óskiljandi gremja, en þó ekki óskiljanleg, vegna þess að menn eru að láta kenna sér allt Guðs orð. Láta aðra menn kenna sér Guðs orð. Þeir taka ekki fram Biblíuna og segja, hei, ég er fylltur heilugum anda, ég ætla bara að láta hann kenna mér. Og þú fer að treysta þessari kennslu. Og þá ert þú ekki þessi ofur gremjufulla manneskja, því að gremjan kemur að því að þú hefur orðið fyrir vonbrigðu. Með hvað? Fólk auðvitað, af hverju? Að því þú mast ekki aðstæðarnar rétt. Þú reiknaði með öðru, svo komstu að þennu sanna, þá fylltistu gremju. Hverjum er það að kenna? Ég sé ekki annað en þú beinir öllum fingurum að þér sjálfum og sjálfri. Því að þú einn og ein berð ábyrgð á því hvernig þú vinnur úr því sem að þú upplifir. Segir ekki orð Guðs á einhvern veginn á þeim hætti, með þeim hætti að við höfum ekki að treysta nokkur manni. Ég held að þetta sé rosalega öflug kennsla, en Drottinn segir annað inn í það, og það gildir og gengur. Elskið hverja aðra. Og þá fyllist þú ekki að gremju vegna þess að uppáhaldið þitt, hei, það er bara fallið á stallinu. Allt orðið breytt. Nei, vinir, gremjufullt fólk er án afsökunar. Það er nú bara þannig. Gremjan kom vegna þess að það mat kringumstæður, aðstæður ranglega. Þannig kemur gremjan. Það var á þeim stað að sækja kennsluna frá öðrum. Og það gerum við þetta, við heldum áfram að gera það, en við þurfum að bera ábyrgð á henni sjálf. Og það er eins og annað, að þó þú lesir mikið og sért mikið pælari, ég er það nú oft, þá er ég komin á þann stað, reyndar hef verið það lengi, að ég sannreini það sjálfur hvort þetta sé rétt eða rangt. Og legg svo dóma á hvernig ég afgreiða því að mitt nafn er undir. Og það segir okkur eitthvað. Þú vilt að á þig sé hlustað, ég veit það, ég sé það bara á þér. Og fólk vill hlusta á þig. En ef þú staðin ítrekað að því að vera ekki með réttan málflutning, hver nennir þá að hlusta á þig? Ekki ég allavega, því lofaði ég þér. En hann og hún sem segir með sannleikan, ég er alveg tilbúin til þess að gefa því fólki allan tíma og ég vil gefa fólki allan tíma. Fyrir mér er fólk verð, það er ekki málið. Ég er nú ekki það sem verður á maður síðan hlusta á hann, segir einhver. Það er allt í lagi, þú vilt hafa þá skoðun, þá máttu það. En það eru allir verðir í sjálfu sér. Og þess vegna segir Drottinn það að við skulum elska hvert annað. Og það kemur eitthvað upp. Er ekki bara þessi maður, vil ekki sjá hann lengur nálægt mér, ekki nefna nafnið í mín eyru framan. Hvaðan er þetta komið? Eigið val. Það er þaðan komið. Svo vorum að tala áðan vegna þess að þú
ert ekki að bera ábyrgð á því sem þú ert að nema. Þú strangt til tekið ert ekki rosalega vel að þér í orði Guðs, en það þarftu að vera, hvað sem þú segir þetta. Og þeir sem eru vandvirkir í sínu orði, þeir eru það vegna þess að þeir hafa lagt trúnað og traust á orð Guðs. Það eru fræðimennirnir sem að þú svona sækist í að lesa eftir, að því þú veist hvernig þeir vinna, þú veist að þeir setja ekkert frá sér fyrir þeir vita að það sé rétt, og þetta er hægt að grafast þannig fyrir hluti. Ég veit að orð Guðs er satt og rétt. Ég veit að Drottinn lifir. Ég veit að hann er með mér hér og nú. Hvað þú sér, veit ég ekki. En þetta er staðan. Þannig það er ýmislegt sem við þurfum að kíkja á og gá að. Og erum við að gera það sem við þurfum að gera, það er að halda þessu vakandi hjá hvort sem er mér eða þér. Að við þurfum að hafa þetta vakandi. Erum við ekki annars sammála það? Ég lít svo á að við séum það. Orð Guðs er alltaf það sem á að vera efst. Og ég lofa því að það sem að trúin er trú með stórum staf, þá er það með þessum hætti. Þannig þó einhvað gerist, þá náttúrulega getur þú alveg tekið undir það með mér að þetta voru kannski ekki gott, við vildum að þetta hefði ekki gerst, en það gerðist. En hvað? Ég ætla samt að halda áfram. Ég ætla samt að vera í sannleikanum. Ég ætla samt að segja sannleikan. Og ég ætla að standa á því og ég ætla að benda á hann sem að att mér fram í verkið. Það sem ég er að gera er ekki mitt val. Og það sem ég er að starfa við var aldrei mitt val. Trúðu mér með það. Ég ætlaði mér alltaf að vera í kirkju. Og ég ætlaði mér aldrei að vera með neitt embætti í kirkjunni. En ég sá fljótt þegar ég fór að sækja þessa frjálsu söfniði svo kallaða, frjálsu söfniði bara, segjum það, að ég eiginlega gæti ekki verið bara á bekknum. Ég vissi að einn daginn þá hnift í mig. Það ætlar ekki að hjálpa okkur þetta. Sitja á bekknum, gefur ekki einu 10 maður. En þetta ætlaði ég aldrei að gera. Ég ætlaði bara að vera trúuð manneskja og bara gera það sem Drottinn segði mér að gera, hverju svo ég vissi strax að hann myndi nota mig einhvað. Og ég sá það fljótt að það sem hann myndi nota mig, þá yrði ég meira og minna einn við það. Og ef þú þekkir eitthvað til mín, þá hefur það verið þannig. Þannig að ég ætlaði mér aldrei að vera aukreitis. Ég ætlaði nátt alltaf að vera í söfnir. Ég veit alveg mátt söfnir, ég skildi það strax. Ég ætlaði mér aldrei að vera þar með neitt embætti. Það var aldrei inn í myndinni. En svo var eitt góður vinur minn sem hnippti í mig til að byrja með, og ég náttúrulega vissi það. Ég gæti ekki verið að skjóta stundan þessu, því að menn sáu náttúrulega að þessi stóri feiti mætti alltaf, var alltaf á stundum. Og það var alveg næsti leikur að fá kallinn til þess að gera eitthvað. Það er ekki hægt að hafa hann sitjandi og drekkandi kaffi og gefandi ekki einu sinni 10. Það fylgjast með öllu. Ég vona nú að það sé nú ekki mikið að því. Það er bara dónaskapur og ekkert annað. 10 frjáls framlag frá einstaklingi, og það sem er frjálst framlag, þá þú hefur ekkert leyfi til að vera neitt að hafa skoðun á því. En þú mátt alveg treysta Guði fyrir því að hann sinni 10. Og hvað gerist með 10? Það er alveg sérstakur kafli. Þú færð það í hjartaði. Hei, gefðu núna. Ég hef vitnað það, og
má alveg gera það áfram því þetta er sannleikur. Þegar ég var að byrja í þessu kirkjustarfi, þá náttúrulega gekk ég inn í tóman kofa þannig séð, það var ekkert að hafa þar af peningum. Ég var bara þarna einn að gera það sem ég er að gera enn, takt þetta ég er að gera það enn. Milli 20 og 30 árum seinna. Þannig það var vegna þess að ég vissi kollunina mína. Og ég lærði nú fljótlega þá leksíu að það var ekkert upp úr þessari kirkju að hafa. Þannig ég að gera þetta bara með öðrum hætti og þetta dró ekkert úr mér neitt kraft. Vegna þess að ég vissi hvað Guð vildi að ég gerði. Ég veit enn hvað hann vill að ég geri. Hann sem sagt, ég var blankur og alveg brosand og fallegur allan daginn. Ég var það nú, það er nú alveg satt. Og eitt sinn þá, þú manst eftir því á Lækjartorgi, var það ekki á 1000 ára afmæli kristnitökunnar. Það var reist tjald á Lækjartorgi. Það var sniðug hugmynd. Þar inni var magnari og svona hljóðgræjur einhverjar og settar upp og máttu allir sem vildu koma og nota þetta. Það var náttúrulega þetta ætlast til þess að menn flyttu Guðs orð. Og við nokkru saman gerum þetta, ákveðum að gera þetta. Ég man ekki hvort við vorum með músík, við vorum oft með eitthvað spilara. Getur verið að það hafi eitthvað músík verið. En það er hérna að ræða, með minni það nú að ég hafi nú haldið hana, einhverja smá tölu svona. Og inn kemur ungur maður, og ég var nú aldeilis ríkur þann daginn. Einhver stakka með 5.000 skalli, það var á við 30 milljónir fyrir þig, sem átt fullt af peningum. En það var 5.000 skall og ég var vellauðugur maður á þessu 5.000 skall. Taldi ég mig vera. Og ég er þarna að vappa, eða svona, hvort að með ég er að tala held ég að hafa nú verið, og þessi ungi maður kom og hann sagði við mig, Konni, bent á þennan strák, gefðu hann 5.000 skall. Og ég horfði på, hvað var nú þetta? Þá er ég búin að vera blankur í 2 mánuði. En þegar ég er hlýðinn strákur, þá tók ég 5.000 skallinn, gekk yfir til þess að unga mann sagði, heyrðu, drottinn sagði mér að ég ætti að gefa þig þennan 5.000 skall. Og það kveiknaði fallit bros á hans andliti og máski og var hann að sjálfsagt verið blankur eins og ég er ekki svo eini sem hefur verið blankur. En hann var mjög þakkláttur. En ég vissi alveg hver talaði. Og ég náttúrulega misti minn 5.000 skall og átti ekki eyri í vassanum. En hér er ég enn, rúmum 20 árum seinna. Og horfi niður eftir maganum á mér og sé hann enn svo litið útistandandi. Þannig að ég hef lifað góðu lífi. En ég hef þurft að treysta Jesú allan tíma. Ég kom inn í kirkjuna og ég skellt á eftir mér, hér er ég og þar er ég búin að vera síðan. Og veit allt kirkjuna. Var það eitthvað áfellisdómur? Mér leyfist ekki að nefna það og nafnaði, en ég hef ýmislegt að segja. En ég geri það ekki vegna þess að ég ann Jesú Kristi. Ég ann Jesú Kristi, en ég er búin að sjá margt. En það verður ekki gert að yrkja í svefni, af því ég elska Jesú og ég veit að hann á allt þetta fólk. Og það er eins og ég. Það er misjafnlega hlýðið, misjafnlega trútt Kristi. Vert þú trúr. Það er það eina sem þú getur gert, það er að vera trúr. Og ég segi,
berðu ábyrgð á þinni trú. Og þá fyllist þú aldrei gremju eða verður út úr svegt manneskja vegna þess að þessi að gera þetta og hinn að gera þetta. Hvað þú að gera? Ég veit það ekki. Ég bið fyrir því að þú sért bara að gera það sem rétt. Ég segi, margir eru líka að gera það sem rétt. Og það eitt af því sem að við kennum fólki og hvetjum til að lifa í sannleikan. Sannleikurinn ekki bara til þess að varpa fram til að mynda til mín. Ég þarf að tala sjálfur til mín sannleika. Og hver sannleikur? Fyrir mig, ég trúi á Jesú Krist. Hann mitt líf, hann mitt yndi. Honum þjóna ég. Og þegar ég hverf, þá verður það með nafni Jesú og vörunum. Þannig verður það. Sumt, kæru vinir, lætur maður engan taka frá sér vegna þess að sumt svo dýrmætt að það verður ekki metið til fjár. Bara engan veginn. Og köllunin öflugt vopn. Svo sem köllumanniskja sinnir sinni köllun hverjar sem kringumstæður eru. Ætli ég sé ekki einn þeirra sem hafa sinnt sinni köllun hverjar sem kringumstæðurnar hafa verið. Það eitthvað trósunarefni fyrir mig? Ég líti ekki svo á. En kölluninni minni hef ég sinnt. Kannski það hrósunarefni, en ég reyndar hef aldrei velt því neitt fyrir mér. En ég veit hvað Drottinn ætlast til af mér og þess vegna held ég áfram. Það nefnilega það sem hann vill, haltu áfram. Þetta hvatningi til þín, haltu áfram. Í Jesú nafni. Ég ekki segja þetta gott bara í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram. Hér eða á hinum staðinu sem ég nú ekki verið á í nokkra vikur, en ég fyrir nú senn að komast aftur á hann og hlakka til. Það er samt ágætt að vera hér.